Já, þá ætlum við að fara í Kópavoginn þar sem að Blikar gátu með sigri gegn Fylkismönnum, komist á toppinn eftir tap Eyjamanna. Þannig að það var mikið undir hjá Blikum, það vantaði fjölmarga leikmenn Fylkis og meira segja voru þeir ekki með fullan bekk. En Kristinn Jónsson var ekki með Blikum og það voru fjölmargi leikmenn sem voru í A- og 21 árs landsliðinu. En Fylkismenn voru baráttuglaðir í þessum leik. Og hér Ingimundur með skallan og hér bjarga Blikar nánast á marklínu. Já, það voru mikið ungum strákum. Það voru Tómas J. Þorsteinsson, Valur Fannar voru í banni hjá Fylki og Kristján Valdimars, þannig að það voru höggvin skorri í raði Fylkismanna. Hér skalli. Óli Stígs var meiddur og ég held að varamannabekkurinn hafi allur skipað leikmenn úr öðrum og jafnvel þriðaflokki. Hér Jóhann Þórhallsson hérna komin í hörku færi en Ingvar Þór Kale bjargar meistaralega. Ekki fyrsta skipti í sumar sem Ingvar bjargar Blikum. Hér Guðmundur Kristjánsson með þrumuskot og þetta fín markvarsla hjá Fjallari. Þá koma Blikarnir. Hér ágætis færi hjá Finni Orra Margeirsinni. Þetta laglega að spila hjá Fylkismönnum, Ingimundur Níels og Ingvar ver þetta ágætlega. Tæplega 1700 manns á Kópavogsvelli í kvöld. Hér Áski Börkur með misheppnað skot og síðan ágætis tilraun hérna hjá Alberti Ingarsinni. Og henn það Ingimundur, kemst upp að endamörku, sendi fyrir markið og þarna munaði litlu. Þetta nokkuð spreytar þannig í baráttunni og þá erum við komin í síðari hálfleik og hér skyndisókn, Haukur Baldvinsson. Og hann rennir boltanum á Finn Orra og Fjallar ver þetta boltanulegin í markið en Kristinn Steindórsson hjálpar honum yfir línuna og þetta mark á 49. mínútu, það nú einhver áhald það hvor eigi markið. Allavega samkvæmt skýrslu KSÍ þá það Finnur sem fær markið skráð á sig en það kannski eftir að breytast. Að fara niður? Nei, hann ekki fara niður. Á Kristinn ekki þetta mark? Kristinn skoraði þetta mark og ég held sem búið að breyta þeim eins og MSG KSÍ. Nú, voru fljótir þar. En Fylkismenn voru ekkert búin að gefast upp hér. Hér Jóhann Þórhallsson hérna. En Blikarnir bjarga, Gunnar Jarl að dæma þennan leik. En hér Haukur Baldvinsson, hann ösku fljótur. Guðmundur Pétursson með skot en það fer af varnarmanni Alfreð Finnbogason. Hér færi aftur og henn það Alfreð en Fjallar ver þetta. Alfreð fór mikið hérna þessa stundina og Kristinn Steindórsson en Fjallar hérna lokar á hann. Fylkismenn voru búin að tapa 3 í röð fyrir þennan í bullandi fallættu. Alfreð Finnbogason markaðist með að deildarinnar sett hann yfir. En Fylkismenn áttu sín augnablik. Hér Jóhann Þórhallsson en þetta var afleitt hjá honum. Nú Ragnar Bragi Sveinsson, strákur úr þriðaflokki, kom inn hjá Fylki. Þetta 1994. Þannig að hann var öllu tjaldað til hjá Fylkismönnum. En hann var kannski ekki áferðarfælla við boltinn á Kópavogsvellinum kvöld. Hér Börkur og hann með sendingu og síðan kemur skot og sjáuði markvistunum hjá Ingvar Þór Kale. Og hér geta Blikarnir gulltryggt þetta. Og síðan Alfreð með skotið þarna eftir að Andri Rapp Jómann hafði lagt boltan á hann. En lengra komust Fylkismenn ekki og Blikarnir unnu gríðarlega mikilvægan sigur. Þeir fara á toppinn en Fylkismenn eru búin að tapa núna 4 í röð. Magnús Gylfason, þú varst á Kópavogsvelli í kvöld. Svona þessum myndum að dæma þá hefði þetta geta lent hvorum megin sem var. Já, ég verð að hrósa Fylkismönnum fyrir leikinn í kvöld. Þeir voru mjög skipulægir og allt annað að sjá á. Þetta var miklu meira svona til það sem maður átti óvona á að sjá Fylki í sumar. Þeir voru þéttir og spiluðu bara virkilega góða varnarleik. Voru auðvitað mættir til að verjast og berjast og gerðu það og sköpuðu sér alveg fullt af færum og þarna einn sóknir þarna undir lok leiksins á 850 mínútu. Það eru nærri búin að jafna. Það einn besta sókn sem ég sé Fylki núna bara í einhverja 10 leiki
og ég meina þeir áttu allavega að skilja í jafntefli í kvöld en auðvitað teki ekkert af Blikunum. Þeir voru að spila þetta mjög erfiðan leik, þurftu á sigri að halda og voru mjög þolinmóðir í sínu leik eins og við höfum oft hrósað þeim fyrir. Þeir eru ekkert að missa leikinn upp í einhverja vitleysu þrátt fyrir að ná ekki skora. Þeir bara halda áfram og reynda að setja fljótlega í seinni hálfleik og hefðu hugsanlega getað auðvitað komist í 2-0, fá nokkuð færi til þess að klára leikinn en gerðu þetta vel, frábært upplaup þarna í markinu. Ég vilja sjá það aftur og teikna þess inn á ef þeir geta sett það upp fyrir mig. Það var þarna, eins og ég sagði, skipulagið frábært hjá Fylki en í þessu marki þarna þá eru þeir með annarkvort of fáa tilbaka eða enginn fyrir utan teginn. Ég veit ekki hvort þeir eru með það hérna fyrir mig félaga minni og ég vilja sjá það eins upp. Það er að koma. Já, en það sem ég ætlaði að segja var að það er enn og aftur er það Ingvar Kale sem að grípur boltan ef við fáum uppástöðuna þegar Ingvar grípur hann. Örugglega fáum það hérna. Þá ætlaði ég að sýna hérna. Nei, þetta kom nú ekki eins og ég vildi fá það. Þetta kemur þetta. Þetta kemur bara ekki. Ok, ef við stoppum þarna, ef við sjáum... Það er þolinmóðir eins og Blikarnir. Já, ef við sjáum þarna enn og aftur eins og við erum búin að tala oft við tókum nú einn leik sérstaklega móti Val, þar sem Ingvar var fljótur að koma boltanum í leik. Þarna grípur hann boltan eftir hotspinnu eða aukaspinnu og er rosalega snöggur að koma boltanum í leik. Ég hefði viljað sjá betri yfirlitsmynd en ef við sjáum næstu, láta rúlla aðeins og ef við stoppum þarna, þá sjáum við að það eru 1, 2 og svo er sennilega einn fylkismaður hérna út úr mynd en það eru komnir 3 Blikar nánast inn á vattarhelming Fylkis og þetta upplaup þeir verða bara einu færri fylkismenn og náðu ekki að loka á þetta en allt annað í leiknum fannst mér eru mjög skipulagðir og flottir nema 2-3 atvik svona þegar Ingvar greip inn í og þeir sóttu hratt á það. Ef við spilum þetta aðeins lengra þá sjáum við þarna, allt í einu eru komin ef við stoppum þarna. Þarna sjáum við, þarna er komið í stað að þeir eru að leita eftir, 3 á móti 2 og síðan náttúrulega eru þeir snillingar í þessu og ég fullir það enn og aftur eins og við höfum oft hrósað Blikunum að þeir eru rosalega flottir í að klára svo færi. Sjáum við þarna strákur sem er hafsend oft og gegnum yngri flokka og er núna að spila aftast á miðju. Hann kemur þarna í frábært hlaup og sem verður til þess að þetta mark verður hjá Blikunum ef við látum þetta rúlla aðeins lengra. Kemur Finnur Orri, stingur sig þarna á milli, frábær sending, flott skot, reyndar alltaf því frábær markastlega Fjallari en Kristi fylgir eftir og klárar þetta. Þetta er eitt af fáskiptu sem að varnarleikur Fylkis klikkaði og opnaðist að einhverju gagni. Svo auðvitað þeir lentu undir og færðu sig framar á völlin, þá auðvitað kom eitt og eitt upplöf sem að Blikar hefði getað refsað þeim en mjög vel útfæri leikur á Fylki. Tommi, Blikarnir hafa svolítið klikkað á heimavelli en þeir komast í gegnum þennan hjalla í kvöld og eru núna konur á toppinn. Já, þetta var mjög erfiður leikur held ég fyrir Blikana og virkilega góður sigur, góður 1-0 sigur og nú hafa Blikarnir þetta bara í sinni hendi og með því að fara rétt að þá geta þeir hampað sínu fyrsta Íslandsmeistaratitli og þeir verða bara náttúrulega eins og allir segja taka einn leik fyrir í einu en þeir hafa þetta í höndum sér, eina liðið. Já, við ætlum að hlýða á viðtölin sem Guðjón Guðmundsson tók eftir leikinn á Kópavogsvelli í kvöld. Já, við vorum bara klaufar að halda ekki allavega einu stígi í þessum leik í dag. Það er svona þeir upp í staðir. Mér fannst við eiga meira skil heldur en þetta en enga síður þá náttúrulega bara erum við smá klaufar og gefum þetta mark sem að skilur liðina í dag. Þetta var eitthvað besti leikur í langan tíma? Já, klárlega. Og þessir ungu stákar sem voru að koma inn, þeir komu bara mjög sprækir inn og stóðu sér mjög vel. Þú varst nú með unga varamenn, líklega þurft leikskólastýru? Já, lágu þurfti fóstur þarna með mér á bekkinn þegar það væri löglegt en þetta er nú búið að færa leiktíman fram svo þetta sleppur. En getur þú tekið eitthvað í framhaldinu úr þessum leik? Já, það er mjög margt jákvætt í þessum leik. Miklu meiri kraftur í liðinu, meiri trú, spili á köflum fínt. Við erum að skapa okkur færi meðan við í rauninni eiga svona framan af leiknum bestu færi leiksins. En þegar við lendum undir þá þurfum við aðeins að gambla á og fara framar á völlinn og þá opnaðist aðeins hjá okkur og Fjalar var að verja mjög vel 2-3 sinnum. En enga síður þá var mjög svona gott skref fram á við hjá liðinu í þessum leik. Já, ég er mjög ánægður með hvernig við spilum leikinn og við mættum fylkisliðinu mjög sterkur. Þeir hafa greinilega notað tíma vel í landsleikjapásinu og þétt sig, voru skipulagðir og það var erfitt að brjóta og baka aftur. Það tók okkur tíma að skapa ykkur færi í leiknum? Já, við vorum varkárir í byrjun og
vitum það að fylkismenn eru sprækir í fyrri hálfleik og hafa verið það. Það ætlum að sigla þannig inn í leikinn. Þannig að þetta svona rúlaði eins og maður átti kannski von á. Var pressa meiri í fyrri leik heldur en áttu von á? Já, ég meina nú er að líða lokum og það er alveg ljóst að það er spenna, pressa, skástrík spenna, ég veit ekki hvernig maður á að túlka það. Ef maður fyndi ekki fyrir þessari spennu þá væri maður ekki að keppa neinu, þannig að ég er ánægður að það sé spenna. Kristinn, flottur jakki? Mjög flottur. Hvert er tilefnið? Það er bara að vera fínn í viðtölum. Það er maður ekki að lúka vel. Það er bara þannig? Það er bara þannig. Og hvað gefur jakkanum, 7,5? 8. Pottet. Þetta var býsna erfiður leikur? Já, þetta var mikill baráttu leikur og þetta var svona eiginlega bara vinnusigur. Og hérna fylkisliðið var bara mjög sprakt í þessu leik og betur heldur en það verið undanferði og við þurftum bara mjög mikið fyrir þessu. Þið þurftu að sýna gríðarlega þolinmæði? Já, við vissum að það yrði þannig og meina markið gæti komið á 70.000, 80.000, 90.000 þess vegna sko, þannig að við sýndum bara þolinmæði og héldum áfram og enda með því að náum bótunum inn. Finnur Orri, vildi meina nætti markið en þú átt markið? Ég á markið og það verður bara að hafa það. Það verður bara að setja sig í það og reyna að skora bara næsta leik. Já, Kristinn Steindórsson á markið, það er búið að breyta þessu á KSÍ eins og við sáum hérna líka áðan þá var markið hans. En